Mánudaginn 27. júní lögðum við af stað og ókum sem leið lá til Blönduóss yfir í Skagafjörð. Þar var stoppað í Varmahlíð og síðan ekið Öxnadalsheiði til Akureyrar, kirkjan skoðuð og farið í sund. Þarnæst var ekið frá Eyjafjörðinn og gist í Hrafnagilsskóla. Kvöldið var haldin kvöldvaka og síðan ekið sem leið lá í Fnjóskadal og deginum varið í Vaglaskógi. Kvöldið var síðan ekið aftur sömu leið og farið austanverð í Eyjafirði og yfir, skroppið sund kvöldið og gist í Hrafnagili. Síðasta daginn var ekið út Eyjafjörðinn að Askóströnd, Hríseyjarferjan tekin og dvalið þar stund. Því næst var ekið Dalvík, Ólafsfjörð, Fljótin og heim að Hólum, þar sem kirkjan var skoðuð en hún var í endurbyggingu, litið við í Hólalaxi og ekið sömu leið, aðeins komið við hjá Skógrækt ríkisins í Varmahlíð og sama leið alla leið heim. Hérna? Já. Ykkur spurður. Halló. Hello. Hvert verið að fara? Fara? Ég var líka með að fara núna. Akureyri. Akureyri. Tókstu ekki mynd af mér mamma? Er ekki verið að fara til? Það fór ekki gefa, þetta kemur í Alfíðuna. Nei, þetta er Helgafólk. Þau eru margmæður. Sjóttu við. Við erum bara einn. Við fengum lánaða stofu í Varmahlíðarskóla á hótelinu og snæddum þar. Þá er það kirkjutröppurnar á Akureyri. Það er með sundhúsinu. Við erum stödd hér í Akureyrarkirkju. Þannig þú þurft að tala. Það er ýmsar myndir hérna, ég skrifur. Og orgel við Goðafoss. Já, komið skælauti sem það blæst. Og orgelið uppi sem að þykir mjög gott, það var sett upp við 1961. Það var ákvæmlega vandað orgel. Það eru 3100 pípur í því. Og
Þessar miðglugginn í kórnum, hann frá Englandi. Það var úr dómkirkju í Coventry í Englandi en hún var eyðilögð í stríðinu. Já, Þorsteinsson. Þarna í ofninu þið kannast við það fyrir þjóðsöngurinn eftir hennar ekki? Vitið þetta? Krossinn er gerður úr íslensku silfurbergi og predikunar stóð einnig. Fyrstu landnemar í Eyjafirði. Helgi Magri og Þórunn. Hér gluggi Helgar Matthías Jochumssyni. Þannig að við gáðum til, maður að segja. Já. Við fórum eins og skóts. Ná heim. Já, það var alveg að kosta það mjög. Hér sjáum við yfir Akureyri og Pollinn.
Þá erum við komin að skoða nonnahús. Svona smíðaðar klemmur, ha? En svona skeið. Nei, ekki svona skeið. Segðu hvernig diskarnir voru geymdir. Ekki. Sjöbjörg. Þetta er svo mikið. Það er 2000. Ég er ekki reynd. Nei, hann er... Hérna, komið. Kannski að filma búið. Þetta verður þetta. Við serðum nú gestabók hefur búið. Hér er Kaupl Jóns Sveinssonar. Nei. Ægði. Allir um komið hér. Hæri. Ég er ákveðin að klíði. Það vera með þér. Þetta sér myndur. Sér ferðartrygging á Villaðara. Ég get alveg labbað. Við erum stödd hérna í Lystigarðinum á Akureyri. Ella, stakk bak við fossinn. Nú fer Steinunn úr klossunum í skotskóna. Það var þrumuskot og súlan féll. Ella gefur út og Gísli kreipir hana og hann er bekkmaður í karlinu. Og hann gefur á Hanna sínu spyr í þá barnaskóla Starhæð. Já, hann er bara gæðið svo alltaf og skipar mönnunum út það. Og Allan með boltan gefur Jóhannu Jóhannu getur ekki alveg skotið og Ívar og ég sé nú ekki neitt. Ívar, já. Steinunn og Ívar til boltan. Nei,
eitthvað fyrir og Hallgeir og Ívar og Vittu og... Já, mér finnst Jóhannes verður með boltann. Gefur Jóhannu og Jóhanna leikur upp og... Og gerðu, ég sé nú ekki neitt þetta. Já, Jóhanna er vist með boltann. Hver er núna með hann? Það er Þorgerður og gefur á hvern? Steinar að skjóta hann frá. Á Jóhannu, já. Mér sýnist þetta nú vera betur og Ívar tekur boltann og Ívar veit ekkert hvert á að gefa hann. Hann gefur bara á Steinunni. Þetta var mjög stökk á ferð. Og Steinun gefur þetta. Og á Öllu og Ívar og já. Og Jóhanna tekur hann og skýtur út af. Sigurbjörg, hvað er þú að búa til? Ég er búið til mat og þykjóð. Hvað heitir þú? Ég heiti Valur. Hvað áttu eiginlega heima með þér? Brú. Hvað er það? Ég veit það. Hvað heitir pabbi þinn? Veistu það ekki? Ævi. Já, hvað á hann heima? Út í búin. Já. Þú unga kona? Ég, Já. Sigurbjörg. Og hvað á þú heima? Út í Reykjavík? Nei, ég er heima. Reykjavík. Já. Og hvað heitir nú mamma þín? Hún heitir Alva. Já. En systkini þín? Fiskinin? Sigrún Stína. Og hvað á þú heima? Reykjavík. Má ég sjá fram að þig? Hvað ertu að gera? Ég er búið til mat. Fyrir hvern? Engan. Fyrir að sjá.
Akureyri. Hér eru þeir Gísli og Hreindýrstarfurinn saman. Þetta er beinagrind og hnýsur. Þið eru nú meiri jólasveinarnir. Já, ég er með. Nei, mamma! Mamma! Sifnabeitan. Fintar eru mittir. Nei, hérna. Ég veit ekki held, það er bann að henda fólk, en það er til að henda þér hlýn. Nú er það? Þarna framar. Heyrðu. Slags er þetta eiginlega? Þetta er ekki venska að labba hingja. Svona við förum og hættur henni meginn hérna veiru. Er það eitthvað betra? Við bara aðtugum það. Lyftu fótunum. Hvernig Hey, gerðu svo það? það Vil hún í vasslugræna? Sjá, Kristi. Það er fullt af ruskudöndum alls staðar í þessu. Já, það er tómat svo sem var heilu. Þetta er nýfur. Snertu bara Er þetta hnífur, já? Máttu gera svo vel? Gjör svo vel, kókið! Fyrir. næsti. Ella. Gerða hvað sem drekka. Það gerða bara upp að svo af henni. Hvað er þannig? Þú með. Já, hérna, þetta er mér. Áttu þetta saman? Það er alveg ótt að fara að setja kjöfn með þessu. Það er allir búin að fá. Nam. Heyrðu, beita þú að taka pulsu. Þá er lögt af stað frá Áskorssandi til Hríseyjar. Það er ferjan Sævar sem flytur okkur. Hér sjáum við Hrísey. Í Hrísey búa rétt tæp 300. Aðalatvinnuvegurinn er sjávarútvegur, svolítið landbúnaður og það er hinn fræga Galvaveg einangrunarstöð fyrir nautgripi. Það er líka mjög þekkt fuglalíf hérna, rjúpur, jaðrakan, fjörusbói og fleiri fuglar. Nú erum við komin í land í Hrísey.
stöndum við fiskverkunarhúsið. Já, þetta er haldið að finnir við. Hér erum við komin í fiskhjallana í Hrísey. Bein. Hei, láttu þetta vera hana. Sigur, Grjón, Kontu. Heyrðu, þetta... Rjúngan. Og það fór ekki hjá því að við fundum rjúpunga. Ég fann unga! Maður svo halda á hann. Ég ætla líka að prófa. Ég er eftir ég var týndust. Ég er eftir sér. Ég er eftir ég. Mögum ekki verið að maður prófa þessu. Þetta er bara einn. Já. Hérna í Hrísey er vel merkt. Mikið umferðarskilti. Hér má ekki aka yfir 40 í bænum. En hér er sérstökum hámarkshraða lokið. Og þá er þetta gefið í. Sennilega 8-10 hámarkshraðinn. Það er svolítið nýbyggingar hérna í Hrísey. Þar má sjá nýjan og glæsilega skóla. Og sundlaug. Við erum komin hér heim á Hólum. Hér standa yfir gagngerar endurbætur á kirkjunni. Og þá var komið í Hólalags. Hérna er bleikjöldi. Hérna sjáum við Hólalags. Og hér er grunnskólinn á Hólum. Þar hafa þau slá. Ýmis leiktæki við skólann. Að lokum var stoppað hjá Skógrækt ríkisins í Varmahlíð.
að fá blessuð þér. Vextu þrjá. Það er eitthvað svona. Maður sjá. Það er ekki allir. Já, ekki svona allir. En ég held að þetta er samt. Það er að minka það. Það er alveg sem það er jól. Já, þetta er það. Og þetta verður sjálf. Hélujóla. Þetta er ekki. Það er ekki hélujóla. Já. Niður í er Það er gaman að það hefði þá tilfinningunni hvað var mátulega heitt. Þá var urðin hvít og falleg. Og síðan var fært upp úr pottinum, það var hægt í með stóru spýtu og óður melur. Og líka var sett á að det er bonden. Og minken den lukter sterkt. Við sjáum hérna foreldrarnúmerið og sama hérna sama númerið. Ljósinu senkun, já. Með 100, það er svona meðaltal. Eleverne som er på besøg her er ur 4., 5. og 6. klasse. Og så kommer barnaskole i Staðarhrepps. Og ved siden av oss er en gård. Hun er 6 år gammel. Det er den næste gård, Hrútatunga. Og det er 2 som bor her. Men denne piga, den er på besøg. Hun bor på postvæsenet. Johanna. Ja. Og det er Arndís. Eller Disa. Hun er i 1. klasse. Og så er der Gerda. Hun er i 4. klasse. Hallo. Og nu skal vi besøge Bálkastaðir. Det er Þórey. Den ældste, den er i 6. klasse. Og så er det Sóli Laura. Hun er i 3. klasse. Men hunden, den er ikke i skolen. Og det begynder tidligt på rideskolen. Det er bonden på gården Árni og Hannes dóttir. Ís, nei, ég er ekki spáð. Ekki allt í sómanum? Hæ. Gabi, komdu. Fleiri? Er þú hann líka? Ég get þetta. Þú heldur utan stundu? Ég held í klári. Og
Tibor með svínir. Og þetta er Sigurdóra. Hún er í 1. klasse. Og hon är snäll med att läsa. På besök på en servicegård som heter Smaragil. Jag heter Johannes, 6. klasse? 6. klasse. Ja, det är riktigt. Anna här. Och det är hennes bror, henne är kun 5 år. Och det är i skolkökenet. Og i dag skal vi begynde med musik.
De 3 jenter i 3. klasse i de nordiske skoleløp. Og så er det forming. Nei, þá missum við stig. Festkveld for elevene. Ja, Hvers vegna gerist allt í sveitinni? Jú, vegna þess að sveitin, já, sveitin. En nú verður þið að hlusta. Það var svo yndislegt í sveitinni. Runófljóðnar suðuðu og maðkafljóðnar kurruðu. What is
skyldi standa á því? Hvernig skyldi geta staðið á því? Hvers vegna ætli hann sé að því? Kannski er einhver að koma. Kannski einhver sé að koma. Kannski að einhver sé að koma, já. Góðan daginn, heiðursmenn. Ha? Já. Ég sagði góðan daginn. Nú sagðirðu það. Jæja, Katrín, sagðirðu það? Ég er fréttamaður frá útvarpinu. Nú? Jæja. Jæja. Og hvað segir það í fréttum? Sveitinni, amma. Jú, vegna þess að sveitin, já, er sveitinni, en nú verður þið að hlusta. Það var svo yndislegt í sveitinni. Hunangfluguna suðuðu og maðkafluguna kurruðu. Kurruðu fluguna, amma? Ég sagði dúfurnar. Þú sagði víst flugurnar. Jæja, þá sagði ég það. Maðkafluguna suðuðu átt ég við. Súper til lúks. Getur fyrir að koma inn? Koma gott, geturðu hellt úr ruslafötunum fyrir mig? Geturðu séð sett í samband fyrir mig? Nei, það er ekkert rafmagn hérna í húsinu. Vilt þú gera svo vel í tímsi? Já, kona hefur nýjáttlega það tvíbura. Dásamlega stúlka. Kona mín er líka mjög mikil. Nýbúin bókina Styttum frjálf. Hans, kona hefur nýjáttlega það tvíbura. Dásamlega drengur. Þeir eru skemmtilega svo fljóðir. Kona mín er nýbúin bókina Mjallhvítadragurinn sér. 550 krónur annar. 600. 600 krónur fyrsta. 650. 650 krónur fyrsta. 400. 450 krónur fyrsta. 450. 450 krónur fyrsta. 5 grader. Väldigt fin. Det är Tandstadbacke. Och det är 2 jenter som bor här på Tandstadbacke. Och den större, den heter, vad heter du? Lög Kristín Skúladóttir. Och vad heter du? Erna Skúladóttir. Och det är en gutt som bor här, Guðmundur. Bennett. Og Guðmundur skal til den 7. klasse i en anden skole næste år. Og han er i 6. klasse. Eirun er i 2. klasse, 8 år. De er tvillinger. Þetta er Ír Kristinsdóttir, 6 ára. Ég heiti Atli Kristinsson, 6 ára. Ég heiti Björgvin. Þannig að hún getur haft sitt val. Já, pröfið aftur. Alveg svo að klára þetta. Það er alla. 1, 2, 3.
pappírinn.
Sitjið var við borð. Gangið að upp á borðunum. Nú er að hefja staðvindukvöld í Staðarkirkju. Það eru kórar og prestbank og staðarsókn sem að syngja ásamt börnum barnaskólans í Staðarhreppi.
gneistar tindrar og skín, þó hest sé á borð sinn konungsöll og í kristalli glói vín. Þó stindri á flos og þægða eig, á frásida muni og valda, og skuggarnir fari í feruleik, í fellingu byrða tjalda. Þó hljómi það söngur mann og mey, sem vildi í spurn og svari, þó kettir logi leiðist eig, þó eini ekki af mínu skari. Þá ber gestur í hnípinn hug, sem falli honum þrátti munni, stundir löngu linar að bug, því litast hann þarna inni og spyr. Hver á þessi æsku föng, hver á þessa jólarós, og spyr, hver á þennan yndissöng, hver á þessi kertaljós. Við munum og gleymum með miklu mið, menjar á nokkur skugga, lítinn torfbæ með lárist fyr, og ljós út í hverjum glugga. Bástöfu hlýjunar blíðu seiði, sem breddi af rúðunni klakan, dýrlega kvöldi sem kom og leið í ketti sem rann í skjagan. Svona Gilsstöðum, fólk að mæta.
Förum að kveikja mít. Það er alveg að stóð í skápinu og það er brennunum. Það er ekki að koma að kreppa. Passa með mín að sletta í olíu á því. Komið fatt. Herru, ég veit hvað við erum. Það er búið. Voru að nota eldur. Bænum mínum heinar hjá líðar brestur undir, svo margt að minnast á margar glaðar stundir. Lífið spartar hugurinn, heillar vinir góðir, heim í gamla hópinn minn, heim á Fornaskóginn. Farið að spila og ýmsa leiki. Við erum með þeirri kort. Við erum að kort þar sem við erum að setja. Jörgum verða nætur, litlir bærir sefur og unga barni grætur, en móðir þess að hugga skjól. Baks í fjöllin há, snævi þaktir tindar ísa, fögur sjón að sjá.
Hann rakar sig bara í kvöldsmátt og móður með þetta. Fáðu þessu sæti. Hvað getur gert þig? Já, gert þig. En hérna, ég kom út af vinnumannum. Hvaðan var honum? Já, hann heldur hans í heimlásunum. Það er fyrir nokkuð alvarlegt. Ertu búinn að bíða og sjá þáttinn minn? Já, hún var mánuð. Góði maður, hvers vegna komst ekki fyrr með manni? Já, sko, sjáðu til að blásarinn hjá mér í hljóðinni, hann bilaði, svo ég gat bara ekki mist að hann með hann. Þú var einn. Hvað er það? Hér er stutt ræma það þegar 4. og 5. bekkingar fengu send egg frá Syðri Fossum í Borgarfirði af Íslenska hænsnastofnunum og unguðu þeim út. Í desember sem að þessum ungum var ungað út í útungunarkassanum og þeir hafa stækkað mikið síðan. Þeir komu úr eggjunum 19. desember, þannig að þeir eru orðnir rúmlega mánaðargamlir og komið að því að flytja þá úr skólanum. Þeir heita Bjöggi, Stína og svo Gerða. Þessi þetta er ástríkur. Ástríkur. Og hérna eru eigendurnir komnir. Þessi heiti Bjöggi eða Bjögga og Stína og Gerða. Ég skil það Kristinn. Það var búið að snúa manninn. Og í dag er að fara í fóstur. Eða kannski að flytja. Allt þú seint að líta við.
Hérna eru það Ýr og Sigurdóra. Þóri hefur ekkert farið í bað nýlega. Hérna eru þau Eyrún og Atli og Jóhanna og Indíánastelpan og Dísa og svo eru við Mísla. Það er líklega Sigurdóra. Og hvað er þú í? Það veit enginn. Og svo er það Kúreykinn úr vestrinu. Og námsmaðurinn frá Hvanneyri, held ég. Og þá er farið að slá karmölun úr kassanum. Mikið að vera í góðverðinu. Nú er skólaskákin hafinn. Og það var að finna út hver er skólameistarinn í ár og síðan mun hann fara á sýslumótið. Hérna er Böðvar Sigurbjörnsson, núna á Akurbrekku, unga fólkið í reikningi, með prófessorinn sinn.
Í vetur hefur verið ansi erfið veður og ekki óalgengt að hríðin standi í 2 sólarhringa. Snjórinn auðvitað í samræmi við það. Nokkur tíma. Það er komið að síðustu dögunum. Yngsta fólkið mætti tíma og þeir elstu eru að læra. Nú er herrarnir að bjóða dömunum upp. Það er svolítið mikið að gera hjá þeim. Þú ert á því. Byrjum á að dansa fingrabólka á klappina. Og hér koma svo nokkrar myndir úr ferð 4. til 7. bekkjar í Bláfjöll. Þetta var skíðaferð í samvinnu við grunnskólann í Stykkishólmi. Þaðan komu 25 krakkar og þau voru síðan 6 héðan. Ásamt svo fullorðnum alls 35 manns. Klæða okkur í það, þið megið líka fara hér á baku bílana eða snjóskaflinn eða er eitthvað bara að fara í eina úlpu eða inn í rútu. Hvað sem þið viljið. Og síðan komum við öll með okkar skíðuúlpúnað heim að skálunum. Skíðakennarinn okkar er rétt ókominn og við byrjum strax. Þeir segja eftir klukkutíma eða 2 þá verður mokuð leiðin allar upp á skálunum okkar. Kolla ætlum að bara geta því. Er það ekki þín? Ég er bara að fara að hægja ykkur í skóla. Svo er það sleppinu þér.
Súrslátur og súrsafi í nóttu. Elísa! Áfram, Gunni! Elísa! Elísa! Það getur lyft húsi verður öllum að það fekk sér það. Var hann ekki komið mjölkina? En lokaður ekki? Það var bara í röðmjölkinni. Villimaður rétti við þessum. Já, það leiðir ekki staðið á honum. Nei, hann var Guðni vita blá, við sáum þetta flengur að ungi var á grá. Hann væri þó aldrei gæfi dag. Hann vildi aldrei hvernig geringa. Hann bara sarf og gaf í bætur fram. En mamma hans og pappi fældu allar leiðir út. Fyrir innan mjölkina að marka setja kemmingin til góða yrði gott og Íslands besta landkynningarblokk. Nú æðir hann heimsvíðinni hasar fullum leik, uppi mannahöfn, alveg ekki sveik. Vandinn okkar út af við hann talar skýrt og hátt, hann gæti leikið í mér voða grátt. Já, vítamin af honum horfuna gaf, ræðunum ofan í að þegar hann svaf. Það eins og hugsi, það heyrist og já-já-já-já. Þegar hann hugsi, þá heyrist og já-já-já-já. Hann heitir Árni og segir þá já-já-já-já. Hann úr járni og heyrist og já-já-já-já. Hvað er þetta? Æsa, sem ég hundi minn. Já, nú flottar þú. Já, Sýndu mig á það. Mér varst þetta okkar, ná ég hundi minn. Hann er gullsvinur Níkul. Já, þá hef ég bara ekkert meira að segja þig. Já, Elsa, Lea er komin. Já.
segðu mér þurrka skólanum og skippitunum. Þurrka skólanum og skippitunum. Kærisa, segðu ég hringi minn. Já, miklu flottar. Já, syngdu hérna þá. Þjóðstu stúlka, náðu mér hringi minn. Hann að gæsa þig. Nú. Veist það er aldrei að segja. Elsa, syngdu ég kærasta minn. Já, miklu sættir. Jæja, syngdu mér það þá. Þjóðstu stúlka, náðu mér kærasta minn. Hann fór út að skýta. Það er ekki næri að segja þig. Jó, hvernig gastu gert mér þetta? Ég sagði, hundurinn fór út að skýta, drengurinn fór í mingun, kærastinn fór að gæsa hann og þú rekin. Við erum alveg hættur að smíða. Nú hann rakk við í hendina. Hvað kom við? Nei, nú. Ekki vildi ég vera eins viðutan og Jón. Hvað kom við? Hættur og vesturinn tói bindi og plussaði buxunum. Það er nýbúin að það týpur á dásamlega stúlkur. Hei. Kona mín les líka mjög mikið. Hún er nýbúin með bókina Skiptir sem þrjár eftir Dumas. Tumi? Já, kona þín er nýbúin að fæða 3 drengi. Alveg yndisleg. Þríbur. Hvers vegna ert þú svona farinn? Kona mín er nýbúin með bókina Mjallhvít og dvergarnir 7. Það var svo hefðið veður á honum. Hún er ofalega. Gengur erfiðlega. Gretta sér meira. Sofðu rótt,
Það er gengið á ýmsu hérna en allir eru beinir og óbrotnir. Nema þetta ágæta fiskiskíði að það þoldi ekki árinina. Glænýtt og fínt. Já. Ég var að byrja á því að þakka ykkur krakkar fyrir samstarfið. Þannig að sjá hversu rosa gömul er. Ég er búin að kæma á skíðinni ofboðslega mörg ár og aldrei fengið eins þægilegan hóp í skíðakennslu eins og ykkur. Ofsalega, þeir eru öguð, þeir eru tilbúin að hjálpa, þeir eru jákvæð og þeir megi bara að heyra það. Ég er miklu duglegur okkur að skamma krakka. Þeir megi eiga það að þeir eru búin að standa ykkur af mér æðislega vel og ég er búin að njóta þess að kenna ykkur. Og svo vorum við hérna við keppni og því stóðum ykkur og það alveg frábærlega vel. Ég veit að þeir eru öll voða spennt á að heyra tíman ykkar. Ég ætla að lesa á hérna bara. Atli var með samanlega tíma 30,32. Arnar til 35,57. Arnar Geir var með samanlega tíma 78,14 en besti tíma var svo 26,87, hann hefði dottið hann í seinni höfðinu. Og Bjarni, hann var með tíma 50,94. Elísa, 45,12. Hildigunnur, 74,03. Jóhannes, 38,38. Finnur, 34,85. Magnús, 53,25. Guðrún Alda, 32,95. Binni, 34,47. Halldór, 42,60. Kristbjörg, 57,41. Jóhannes, 35,61. Óli Gretar, 51,09. Þórey, 37,06. Eigum við svo ekki að láta þau fá 6 fyrstu hérna. Smá velun. Þannig að fá hann alla upp hérna, nr. 1. 30,6. Og Guðrún Alda, 32,95. Og Binni var þriðji með 34,47. Nokkur hundruðustu brot úr sekúndu þarna. Og Arna er fyrsta með 35,57. Og Jóhannes er sjötti með 35,61. Gerðu svo þess. Sitt þér á okkur. Sitt þér á okkur úr þar. Já. Má ég ákveð? Til hamingju. Takk fyrir. Rosalega þetta. Unni að taka mynd af mér. Sjálf ferði vel að halda myndavél. Þetta er þessi frækni skíðahópur úr Stykkishólmi og Staðarhreppi. Deildin að fara í skólaferðalag á sumardaginn 1. á Blönduós. Það eru 11 stykki. Það er þetta Addi skólabílstjóri sem er ykkur. Og þá erum við komin á Blönduós og nú er hlé á sýningu grunnskólans.
Síðan bröðum við okkur á myndlistarsýningu Jóns Eiríkssonar Búrfelli við Firði. Hérna sjáum við Laugabakkalíf. Það er teningunum kastað. Farsímagefið að runi komið vegna álagsins. Byrjuð að útbúa skólablöð okkar í ár. Það er allt á fullri ferð. Dagaferðin heitir Vesturálfsskóla. Hér í rútunni á Hermannsstað eru börnin úr Borðeyraskóla og Barnaskóla Staðarhrepps. Hermann fipast ekkert þó að séu tekið mynd af honum. Hann er herforinginn og herforingjafrúin frá Borðeyri. Og þá erum við komin að Vesturhópsskóla. Allt liðið búið að fara hérna út í ýmsa leiki, meðal annars fótbolta. Það áttu nú að sparka í myndtökumanninu, sem betur fyrir hitt hann ekki. Sem var sendur í myndatöku hjá mér. Ég hata myndavélar. Og hatar myndavélar. En þetta er röntgenmynd, þannig að þetta er allt í lagi. Það sést bara beinagrindin að þér.
Leppur, já, hann var hérna. Krakkar, síðan löpum við og stoppum milli skífuna þarna. Þetta er skrítinn staður! Eiríkur, við skulum vera saman. Jóna, Stóra borgar hérna beint fram. Ég trúi ekki að þeir eru... Eiríkur, sjáðu þig fyrir! Það er byrjað að snjóa! Eiríkur, og komum niður í byrgið! Já! Komum niður í byrgið! Nei, ekki! Svo löpum við hérna á barmum hægt og rólega, förum ekki ötalega og komum svo niður hérna beint á móti. Hún er með þess að tilbúið þessi, við setja hann ekki bara í vor í þessu. Jæja, við erum alltaf aftur þig. Opnum við. Ekki mynda mig bara. Hvað hafið þið fundið þarna, stúlkur? Og þá er komið lóðavinnudagurinn. Það er 13. október. Norðan sperringur, sól og fínt veður. Og allir að vinna. Sigurjón og Dísa hérna. Það veitir nú ekki að vísu þið svona tilefni, Árni. Það veitir nú ekki að hafa vísu. Hafa vísu? Og verður til að eftir? Það er ekki verið. Það er héraðsmeistarinn í kúluvarpi.
að fara með réttin á ítrek. Sér það ekki, er nokkað ráði. Hvað er svona ráði? Lengi? Já. Já, brekkulega yngur. Já. Nei, það er alltaf spennandi. Gummi setja vatn. Já, ég veit að ég veit Þetta lífið? Já. Það er ekki rétt skóli? Nei, við sem ekki það er mikið helmingunum að það er rétt konserna. Já, en ég er En brekkulega er það í lífið. Það er líf. Það er ekki líf, það er yngt. Þetta er yngt. Hún er í útlættum líka. Laugarbakkaskóla og hér er verið að kynna bókmyndir meðal annars Iðunn Steinsdóttur. Í fyrirlestri hjá Iðunni Steinsdóttur að þá var farið niður í sérkennslustofu og lært samkvæmt stundaskrá. Við látum ekki degan síga hér. Hæ Björgvin, ertu búinn með prófið? Já, þetta er ekki aðstæður. En nú skulum við bregða okkur yfir til unga fólksins. Já, komið blessuð allsamur. Ég heiti Iðunn Steinsdóttir og ég er rithöfundur, þið vitið hvað það er? Hvað er þetta að gera? Rithöfund að skrifa bækur eða ljóð eða leikrit. Ég skrifa aðalega barnabækur og svo skrifa ég líka sem leikrit með systur minni sem heitir Kristín Steinsdóttir. Hún skrifa líka barnabækur. Og ég veit ekki hvort ég kannist við eitthvað af bókunum mínum. Það er nú margir sem kannast við þessi hérna sem heitir eiginlega næstum það sama og ég. Hún heitir Iðunn og Epli. Já, ég kannast við bók. Ég var alltaf að skoða í skólanum. Alltaf að skoða í skólanum, já. Þessi bók, hún er ákaflega létt og góð. Ef að þau eru svona byrjuð að læra að lesa en ekki nærri búin og getur ekki lesið allar tungubækurnar, þá getur þið ábyggjað að lesa hérna bók. Þá skulum reyna að fá hana að lána þá og lesa hana. Getur sett hana svona svo þið getur séð hana. Eins hef ég skrifað hérna eina sem er mjög létt og góð líka. Hún heitir Gras og kras á Buðulæk. Já, við lásum hana við vinnubók í skólanum. Já. Ég hugsa að það hefði örugglega verið mjög. Þið lesið hæglega ef hún er græn. Já, einmitt. Ég hef aldrei lesið hana. Þið verður aldrei lesið þá áttu það kannski eftir. Hún er létt og góð þessi og stórt letur og þægilegt að lesa hana. Ég myndi aldrei lesa. Ekkert að... Hérna er líka ein bók krakka sem er láti létt líka þó hún sé ekki nærri eins létt eins og hinar. Hún heitir Knáir krakka og hún gerist, skal ég segja ykkur, upp í sveit. Ég var heim í sveit. Já, ekki vilja nú allir eftir pönn sem er heim í sveit. Ég heim í Borgartanga. Áttu heima í litlum bæ, sem er kannski eins og Hvammstanga, en það var ekki krakkar sem eru lifandi í dag. Þetta voru krakkar sem voru litlir þegar án 3 tómar dósir til að sækja vatn í og tvíburarnir eru sendir af stað að leita spýtum til að setja drulluköfunar á. Þórir er að bauka bak við hænsnakofan og allt í einu heyra hína hann hrópar: Sjáuð þið, sjáuð þið! Hvað er, hrópa þau og hlaupa til hans. Hún er dauð, segir hann og bendir á hænu sem liggur stíf og afskaplega dauð til að sjá í grasinu. Þetta er gamla hænan, hún var hætt að verpa, segir Una. Við skulum segja mömmuðinni,
segir Sara. Að fletta hérna á fyrstu blaðsíðuna, fyrstu opnuna og þá sjáum þið mynd hérna af stórum og fallegum bæ. Hann heitir Blikabær. Og þessi saga, ef hún hefði gerst í alvöru, þá hefði hún gerst fyrir svona kannski 60-70 árum, þannig að það ýmislegt öðruvísi heldur en núna. Þarna þau búið að vera í fjallinu, en þær flýttu sér í burtu eða sá hann, alveg eins og fólkið í Blikabæ. Allir héldu að hann væri vondur, því hann var svo fullur af eldi, og allir héldu að hann væri mannræningi. Þó hafði hann engum rænt. Lengi og svo í Mývatnssveit, sem ég hef líka búið í sveit og krakkarnir mínir voru einmitt þá fór alltaf í skólabíl í skólan, eins og flestir eða margir hérna að gera. Er ekki flestir ykkar sem var í skólabíl? Já, það var nú í stundum kallt í kvöld í skólabílum. Það var bara einn skólabíl þar, þau komið í svo mörgum og það var kannski að lýsi. Það er kannski ekki alveg. Já, ég skrifaði þessa bók hérna krakkar af því að ég var svo reið yfir því að á þessum árum, það var svona kringum 1980 og svolítið fyrir, 1980, þá voru engar bækur til, svona spennandi bækur, með léttum orðum. Það voru allar, eins og Fimm-bækurnar og Kim-bækurnar, Frank og Jói og allar þessar bækur sem krakkarnir voru að lesa. Og þeir eru að vera að lesa einhverjar smábarnabækur sem hversu ekkert fyrir þá. Mér fannst þetta svo ósanngjarnt. Ég hugsaði með mér, af hverju er ekki einhver sem bara 6 niður og reynir að skrifa svona almennilega spennandi bók fyrir krakkar sem er ekki alveg búin að læra að lesa. Og þá reyndi mig í að reyna sjálf og skrifaði þessa hérna bók og hún er nú ekki með svo stuttum orðum eða svo létt að hún sé fyrir alveg byrjendur, en hún er ágætt fyrir þá sem eru að æfa sig að lesa og eru ekki orðnir læsir. Því að ég hafði aldrei neinn löng eða erfið orð í henni og hún er töluvert spennandi. Er nokkur sem hefur lesið hana? Nei. Einhver einn kannski. Mér heyrst einhver segja já. Það er það langt síðan hún kom út að hún hefur ekki verið fáanleg, hún er löngu upp bækur, þá ætti það að prófa hana. Þessi stíl þessu svona, svo sjá það. Nú, svo hef ég skrifað 2 aðrar bækur sem eru mjög léttar og þægilegar aflestrar. Það er Bras og Þras á Bunulæk og Iðunn og eplin. Af því ef maður er að skrifa fyrir börn, þá er mikils virði að það sé eitthvað sem að börn hafa gaman af að lesa og vilja lesa. Svo læt ég líka vini mína fullorðna að lesa þetta yfir og þeir segja mér til. Og nú ætla ég bráðum, þegar ég kem heim úr þessari ferðregla, þá sest ég aftur niður með þetta, fer yfir og kíkja á allar leiðréttingarnar og les þetta og hugsa svona upp á nýtt. Ég þarf að bæta inn í, ég er ákveðin að bæta einu kafla inn í og kannski fell ég eitthvað annað úr í staðinn. Svo ætla ég aftur að láta það liggja svona nokkrar vikur eða mánuði og svo fer ég yfir þetta þriðja sinn. Þá sé ég alveg fullt sem ég vil breyta eitthvað sem að mér finnst ekki nóg að vera gert. Og allan tíman þegar ég er að skrifa þetta og fara yfir það, þá þarf ég að hafa orðabók hjá mér, íslenska orðabók. Til hvers heldur að maður þurfa að hafa ekki myndin af frá bókina. Hann heitir Happadagur Þóris og Leitin að tréþættinum. Og ég ætla fyrst að segja ykkur, sögupersónurnar í bókinni, aðalpersónurnar, eru 4 krakkar. Þau eru nú yngri en þið, en ég held ég geti samt alveg haft svolítið gaman að heyra þau. Amma ég vöknuð, þá kemur amma brosandi inn og segist einmitt vera með heitt vatn í kakó. Svo fer hún fram og kemur að vörmuspori aftur með kakó og 2 tekengskökur. Önnur er með smjöri en hinn þurr. Fyrst borðar hún að kökuna með smjörinu, en hinni dýfur hún niður í kakóið áður en hún borðar hann. Hún hlustar á jarðarför í útvarpinu. Þegar ég lestur verðlautunum frá, kyrjar hún með kórnum og Una tekur undir. Hún kann þennan sálma því hann er svo oft sunginn í jarðarförunum í útvarpinu. Amma, er þetta sálmurinn sem var alltaf sunginn ef einhver deyr? Spyr hún. Nei, elskan mín, það er aftur svo blómstrið eina, svarar amma. Mér finnst þessi fallegur, segir Una. Svo kemur ræðan. Amma þurrkar sér augun og andvarpar. Ég er búin að kynna svo mikla góðu fólki við að hlusta á þessar jarðarfarir. Við erum komið hérna á plani við Þjóðleikhúsið og hugmyndin er að sjá sönglengin Oliver Twist. Og það eru nemendur úr Vesturhópsskóla og Barnaskóla Staðarhrepps. En þið ætlaðu að taka lagið, eða ekki? Jú! Hvert er uppáhaldslagið? Krummi krungur úti! Gaman í Vesturhópi! Nei, þetta kunna ekki allir. Jú, það er bara... Krummi krungur úti, 1, 2 og... Krummi krungur úti, kallar
minn, Árni minn. Krakkar, nú með þið snú okkur við og sína mig bakið á okkur aðeins. Það er svolítið frumlegt. Leikendur eru úr 3. til 6. bekk. Leikritið gerist í Skútuskóla. 3. Gömul þula, sólskín á fossi, flutt af nemendum í lúfta til 2. bekk. 4. Á veitingahúsi, nokkrir stuttir leikþættir en þó einn. Leikendur eru úr 2. og 3. bekk.
Við skulum vona það. Hún heitir Sigríður. Ég gef henni hér með orðið. Sæl, krakkar. Mikið gaman að vera hjá svona duglegum og góðum börnum. Ég ætla að byrja á samfélagsfræðina. Við erum að lesa bókina um fólki í Furuvík. Æ, hún er svo leiðileg. Við erum heldur þess að mynda sig. Eða þetta kassetu. Á hverju megum við ekki bara eitthvað fótboll? Svona, hættu þessu masi. Ég var að lesa þessu bók í gær og hún er mjög skemmtileg. Við erum í skólanum í kafla, hvernig fólk í Furuvík ferðast til næstu ferðina. Já, við bara puttunum. Svona krakkar, hættu þessu fínulátum. Það er ófært að vera með gestareyti þó að nefna sig hér. Það er ekki hægt að fara bíl til Furuvíkur? Nei, það er alveg rétt. En hvernig ætla standi á því? Það er svo háabrett fjöll í kringum Vík. Það liggur ekki veginn að það er svo háabrett fjöll í kringum Víkina. Það er alveg rétt. Og nú skulum við athuga hvernig er þá hægt að ferðast til Furuvíkur. Kom inn. Góðan daginn ykkur. Hvernig stendur á hjá ykkur í dag? Ég er með lista í þá sem er að veit stóðu tannlækninu. Ég er með nema sem er að byrja að kenna krökkunum. Það væri kannski betra að láta þetta bíða til morgun. Nei, það væri sko ekki betra. Eins og þessir krakkar éta af sælgæti. Maður finnur brunalyktin úr tönnunum á þeim langar leiðir. Það hefði verið betra þegar þau komið í gæri eða fyrradag. Það má áræðilega ekki til að drengileikur að hreinsa þig og manna. Það er alltaf í mín vegna að fara til tannlæknis. Já, ég hefði nú haldið það. Þá ætla ég að fá Ástu fyrst og svo eftir henni kemur Ingibjörg og svo Kolla Kolli. Hérna er listin. Ég er nýbúin að vera tannlæknis og erfið. Ekkert raun, þú kemur með mér. Ég þessar ekki til tannlæknis. Ekki auðvitað. Okkur það maður alltaf að vera að fara til tannlæknis. Mér finnst það svo fúll. Já. Frænka mín fór einu sinni til tannlæknis, hann breytti 5 tennur. Samt var hún bara með eina skemmta. Hann hefur kannski bara verið að sanna tennur. Jæja, við vorum... Amma mín er með falska tennur og Ami líka. Það er tíðskall. Þú þurftir ekki það að sanna. Krakka! Nú skulum við halda áfram. Jæja, við vorum að tala um hvernig hægt var að ferðast til Furuvíkur. Víst það er ekki hægt að fara þangað með bíl. Hvernig myndir þú fara þangað? Ég myndi ekki fara þangað. Mér er svo leiðilegt að ferðast. Þér líka. En þú, hvernig myndir þú fara þangað? Mætti Halldór koma með? Já, Halldór mætti koma með. Þá myndi ég hún lána hraðbátur og Skræddarfjörðs og fara á honum. Ég gæti stýrt og Halldór eitt fisk í sögðarleiðinni. Þetta er alveg fyrir það. Það er hægt að fara með bát til og frá Furuvík. En ætli það sé ekki hægt að fara einhvern veginn öðruvísi líka. Ég ætti við pantum sem þetta eftir auðvitað. Kom inn. Góðan daginn, hér er aldrei smartur mann. Já, þetta er kennarinn minn og þetta er yfirkennarinn okkar. Ég er hérna með nestispakka sem þið kosta að kaupa. Hvað kostaði? Er eitthvað gott í þeim? Megum smakka? Hvernig getur það fengið á? Það stendur alltaf sem miður sem þið fáa með heim. Þið skoðu bara svona pakka og mömmu þá og láta hérna að vita á morgun hvort þið vilja kaupa pakkana eitthvað. Ég vil ekki trufla kennsluna. Ætlar þú að kaupa pakka? Nei, þau eru ógeðslegir. Frænka mín keypti svona pakka og brauðið sem reykjum það. Það er ekki satt! Þið ræðist það maður! Nei! Jú! Pakka! Nú skulum við lesa smákafli úr Furuvíkurbókinni. Við byrjum á blaðsíðu 35. Vilt þú
byrja. Einu sinni veiktist amma í Furuvík. Afi þurfti að sækja lækni til Skorreyjar því það var engin læknir í Furuvík. Afi fór á bátasjónum á miðri leið bilaði báturinn og afi var lengi að gera viðtal. Hér fyrir og eftir viðtalur ömmu sem 10 ára gömul börn í skólanum í Furuvík tóku. Já, þakka þér fyrir. Viljið þið lesa viðtalið? Var þetta langur tími sem þurftir að bíða eftir lækninum? Læknirinn kom nú aldrei. Hann var sjálfur veikur og mátti ekki fara út úr húsi. Hann setti mig bara einhvern meðal að sugg. Hvernig leið þér á meðan þú varst að bíða? Æi, það man ég ekki hrófið mig. Það er orðið svo langt síðan. Takk fyrir. Og hvað ætlar þessi saga að segja ykkur heilsugæsluna í Furuvík hér áður fyrr? Hvað heldur þú það? Það sýnir okkur að læknirinn hefur mjög lasbíla. Kom inn. Ég með strætó meðan það var komin í bekknum. Ég fætti með. Svava, þú átt með það. Og Halldór, gjörðu svo vel. Svo víst ekki fleiri. Á hverju fæ ég aldrei með það? Ég er svo þreytt á þér og alltaf að labba í skólann. Ég líka. Alltaf verið að mismunna okkur hér í skólanum. Já, það finnst ég líka. Þú er ekki með strætó með að gera. Þú býrð hérna rétt á skólanum. Í skólanum þessi frekka minn er, það fá allir strætó með. Líka þessi búið þér á skólanum. Byrja með þessa frekku sjálf. Hvað er marga frekkur? Ábyggilega 100. Með 1000. Svona, verið nú róleg smá stund og leyfið nemanum að komast aðeins að. Ég var hundlega þessari Furuvíku sög. Getum við ekki lært eitthvað annað? Viltu ekki bara að hvíla þess smá stund? Og ég skal láta þau vinna í málum. Jú, ég fer það ekki fram að fæmi smá kaffi. Vá, við höfum það ekki líka! Ég skil bara ekki hvað þetta hefur gengið illa. En svo ég var búin að undirbúa mig vel. Krakkar mínir, verið hérna friðsvölda stund og flettið bæðingu 68 í mánuði. Þú er svo leiðilegt. Á hverju fá aldrei að fara í bíó? Svona, hættu þessu rellu og farið að skrifa. Ingibjörg að fara í kannaflis. Hvað er þetta í bók? Því ég er aðröndaður aftur að nakka. Hvenær fæ ég að fara í tannlæknis? Ég er alltaf með tannlæknis.
við ána, segir hún grána. Ég skal snjónu spyrna, segir hún hirna. Ég skal vilka vinna, segir hún dimma. Ég skal standa yfir, segir hún kynna. Ég skal mjölka svo freyði, segir hún reykur. Mér þykir góður ruddi, segir hann tuddi. Ég skal éta sem ég þoli, segir hann boli. Ég skal éta sjálfur, segir hann kálfur. Mér þoli illa hungur, segir með trungur. Synda. Já. Það ein fluga á sundi í súpunni minni. Já, við áttum ekki fleiri. Já. Það fluga í súpunni. Já, skildi hann eftir. Stuttu seinna bankar Eyrún Esp á dyrnar. Og sæl, gaman að sjá þig. Sæl, sestar. Við þurfum að fara að pakka niður. Já, það er gott.
Klukkan 11 um kvöldið Ír ekki sofnuð. Arndís og Sigurður að koma heim. Ó, sæl. Gaman að sjá þig. Hvað er snakka með sæl? Ekki sæl. Úlpa, takk fyrir eitthvað. Og síðan eitthvað meira í kókalagninu. Þetta er bara lítið snákur, svona gerisnákur. Þú sérðu það er dimmt úti, kalt úti, þannig við skulum bara fara að sofa.
Í öðru sæti Elín Dröfn Björnsdóttir. Ellen. Já, Hún stendur 5:40. Og í þriðja sæti Fjóla Guðjónsdóttir. Stendur 5:30. Skíðadag.
Hérna kemur Fjóla. Og mamman. Þetta er Björg og Atli. Þetta er Laufey, hún er ekki búin að læra að stoppa, en hún fer einhvern veginn að því. Þetta er aðferðin. Hann kemur Gerða. Hérna er Eyrún Ösp. Nei, Eyrún Jenny. Og hún er búin að læra á bremsurnar. Eða næstu því.